Góðan daginn og gott að sjá ykkur öll. Ég hef ekki að fá ykkur sæti því sem standið þarna aftast. Kom ykkur fyrir og við ætlum að fara að hefja stundina. Veðrið var ekki alltof gott í morgun, en hér inni er sól og hlýtt og notalegt að vera. Við ætlum að syngja hér eitthvað nýjum lögum í dag, kenna ykkur. Við ætlum að fá predikun frá Hafliða Kristinssyni og svo ætlum við að leyfa börnunum að fara niður og eftir þau ætla að fara í leiki. Þannig að þau þurfum ekki að sitja undir ræðunars Hafliða. Það er vel meint reyndar, en þau fá sína kennslu þar allan að fara niður og með Signý og ætla að leika sér. Við ætlum að byrja að syngja saman, stöndum á fætur. Það er fínt að byrja að syngja lofgjörð til Drottins á sunnudagsmótnum eins og alla daga. Við byrjum að 2 lögum með Andrew Crouch, All Because of Jesus. Gjör svo vel.
þetta lag. Þetta sungu á jólatónleikum 2010 síðast. Lag eftir Andrew Crouch. Nú ætlum við að syngja saman lag sem við hefum ekki sungið saman síðan 2004. Lofum hann heitir það. Syngjum saman. Gitti, þú leiðir þetta. Amen. Þið verða að vera með, klappa með, dansa. Það þetta betur næst þegar við syngjum þetta aftur. Það var þannig að hún Kristín Ósk sem var að syngja einsöng í þessu lagi, hún benti á lag á Facebook daginn sem að ég reyndar hafði heyrt áður, svo heyrði ég sögu í kringum þetta lag. Það var strákur, 10 ára gamall, hún var rænt. Hann var tekinn af ræningjum upp í bíl og hann fór að syngja. Þeir gáðust upp á hlusta hann og hentu hann út aftur og hann bjargaðist fyrir það og þetta var í fréttunum í Bandaríkjunum. Hann söng þetta lag sem við ætlum að syngja hér í dag.
söng allan tíman Every praise is to our God, every praise is to our God. Og þeir bara fengu nóg. Hugsið ykkur, svona virka Guð. Nú ætlum við að reyna að syngja þetta. Þetta mjög einfalt, þeir fljóta að læra textan Every praise is to our God. Þetta kemur upp. Every praise is to our God. Svo kemur Sing Hallelujah to our God. Þetta endur tekið oft, þannig að þeir fljóta að ná þessu. Við skulum taka þetta saman. Það má þá líka bara klappa höndum með það. Dilla sér. Við prófum þetta. Við lærðum þetta í gær, kórinn, við vorum að syngja saman. Gjörðu svo vel, fá okkur sæti, segjum betur frá því eftir. En Aron ætlar að taka hér við og fara með byrjunarorð og tilkynningar. Góðan daginn. Hvað segjum við í dag? Þið ekki glöð að vera komin í hús Guðs? Hér gott að vera. Þegar vindar blása úti og það komið haust bara á einum vettvangi, það gott að vera hér inni. Ef við ekki að snúa okkur að 3-4 og segja bara rosalega gott að vera með þér í kirkju í dag. Það yndislegt. Gott að vera með ykkur. Þetta semst æfingi því sem við köllum blómstrandi samfélag og við erum búin að vera fjallum síðastu vikur og í dag komið að síðasta skiptinu í seríunni blómstrandi samfélag. Þið ánægð með þessa seríu? Frábært.
Og höldum áfram þótt að seríunni sem loki, höldum áfram að blómstra í nákvæmlega þessu. Höldum áfram að tengjast hvert öðru, elska hvert annað ennþá meira og vaxa í samfélaginu Guð. Það það sem við viljum gera. Og Hafliði ætlar að koma með orð til okkur í dag sem að svona rekur lokapunktin í þetta. Fyrir ykkur sem eru með börn þá verður barnapössun hérna á eftir. Það verður svona aðeins seinna í samkomunni. En mér langar að lesa í Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla og frá 11. versi. Það stendur: Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta er mitt boðorð að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölunar fyrir vini sína. Þér eruð vinir mínir ef þér gjörið það sem ég býð yður. Amen. Leggjum okkur fram við að elska hvort annað. Gerum það sem við getum til þess að lyfta hvert öðru upp og hjálpa hvert öðru á fætur, draga fram það besta í lífum hvers annars. Við erum blómstrandi í samfélaginu. Og mér langar að við byggjum saman. Það var komið inn bænarefni hérna inn á samkomuna. Það er kona sem heitir Hildur Hilmarsdóttir og var áður á Ísafirði og var hérna einu sinni í kórnum í Fíladelfíu. Hún er með lungnakrabbamein og meinvörp og við viljum virkilega biðja Guð mæti þar, leysi og grípin í þessa kringumstæður. Síðan er 2 mánaða drengur sem er með flogaveikis syndrom eitthvað og hún er bara gefið lífslíkur upp á 3 ár. Það er mikil og oft slæmköst, en við trúum að almáttugan Guð sem getur mætt og gripið inni og læknað og ætlum að fela þennan unga drengi í Drottins hendur. Og síðan er svolítið þungt á hjarta mín að við biðjum fyrir þeim sem búa við hræðilegar ofsóknir núna út í heimi. Í Miðausturlöndum þar sem bara hræðileg samtök sem þetta ISIS eru að fremja fjöldamörð á bæði kristnum og öðru fólki. Og við viljum bara biðja náð Drottins í þessar kringumstæður. Að þetta verður stoppað og veiti þessu fólki styrk og kraft. Og við erum hér á Íslandi en við getum breytt með því að biðja. Þannig getum við haft áhrif á fólk. Ég að biðja saman. Drottinn, við þökkum fyrir náð þína Jesús. Við þökkum fyrir að þú ert lifandi Guð. Og þú ert Guð sem elskar fólk og þú þráir að mæta fólki. Og við biðjum þig fyrir þessum bænarefnum sem voru lögð fram. Biðjum fyrir henni Hildi, Drottinn minn, sem stendur frammi fyrir þessum erfiða sjúkdómi, Drottinn. Viltu grípa inn í hennar kringumstæður, Drottinn? Viltu gefa lækningu þína? Ég bið þess að þú gerir það verkum að hún fái fullkomna lækningu á sínu krabbameini, Drottinn minn, og fái að eiga gott líf, Drottinn minn, í mörg ár, Jesús. Í Jesú nafn. Og við biðjum fyrir þessum unga dreng, faðir, sem er að berjast við hennar sjúkdóm, Drottinn. Ég bið svo mætir inn í hans kringumstæður, Drottinn. Geri það sem læknum er ómögulegt að gera og þú læknir, Drottinn. Og viltu blessa og styðja fjölskylduna, Drottinn, sem þau eru öll saman í þessum erfiðleikum, Drottinn. Og ég bið að þú grípir þarna inn í Jesús. Í Jesú nafni. Og síðan biðjum við fyrir bræðrum okkar og systrum út í hennum stóra heimi sem eru ofsóttir, Drottinn. Bæði vegna þíns nafns og annarra hluta, Drottinn. Við biðjum að þú gefir bara fullkomna vernd og grípir inn í þessar kringumstæður sem virðast svo ómögulegar og svo hræðilegar, Drottinn. En þá trúum við á þig sem er stór Guð. Viltu grípa þetta inn í, Drottinn, og viltu minna okkur á að biðja fyrir þeim, Drottinn, og viltu gefa okkur hjarta sem er fullt samúðar og meðumkunnar, Drottinn, sem að færi þessar aðstæður á hjarta sitt og hjálpa okkur að biðja og blessa og gera það sem við getum til þess að breyta þessum kringumstæðu, Drottinn minn, í Jesú nafni. Og við biðjum fyrir þessari stund og öllu þessu starfi sem er framundan í vetur. Við erum svo spennt fyrir veturinn og fyrir því sem þú ætlar að gera í vetur. Og viltu hjálpa okkur að sjá stórkostlega hluti gerast í þessari kirkju og út all land, í Jesú nafni. Amen. Amen. Sería næsta mánaðar heitir að tala við Guð og fjalla nákvæmlega þetta, bænina. Og við viljum virkilega skerpa okkur sem kirkja í bæninni, læra hvernig við getum beðið, hvernig við getum átt dýpra bænalíf og mér langar að hvetja ykkur til að vera með alveg strax frá byrjun. Næsta sunnudag verður fjölskyldusamkoma þar sem við byrjum strax á þessu þema og þar með byrjar leið barnastarf vetrarins. Þannig að verið strax með. Og að því sögðu langum með að biðja hann Helga Frey að koma þetta upp. Þannig ætlar aðeins að segja okkur frá alfanámskeiðinu.
Takk. Heilsa ykkur í Jesú nafni. Gaman að að það ég einhvern veginn hefði á tilfinninguna að það sé eitthvað magnað að fara að gerast hjá okkur. Mér finnst eins og það sé eitthvað svona byrjað að krauma, ég veit ekki hvað það er. En það eru spennandi hlutir í gangi og mér langaði að fá samkomuþjónuna til þess að hjálpa mér í því að dreifa boðskortum. Við erum sem sagt að fara á stað með alfanámskeið. Alfanámskeiðið hefst 16. september, en fyrir ykkur sem veit ekki hvað alfa þá er þetta kynning á grundvallar þáttum kristinnar trúar. Og ef ykkur hefur skort tækifæri til þess að bjóða vinum ykkar í kirkjuna, þá er það komið. Valgerður að dreifa hérna fyrir okkur boðskorti sem gildir annan þriðjudag 9. september. Þá ætlum við að bjóða, þá er þetta sem boðskort sem þið getið rétt vinum og kunningi sem að ykkur langar að bjóða að sjá Fíladelfíu. Þá er þetta boðskort á kynninguna, það er kvöldverður og svo ætlum við að leyfa þeim sem vilja að svona taka hringi kringum húsið. Við viljum svolítið opna kirkjuna og leyfa fólki að vera svolítið með. Og ég hvet ykkur eindregið til þess að nýta þetta tækifæri, til þess að bjóða þeim sem að þið haldið að þurfi á einhverju að halda. Jafnvel einhverju sem hafa verið að spurja ykkur út í Guð og kristnina og hvað þið segir að spá að vera hérna. Sko. En eins og ég segi, þetta er núna annan þriðjudag og ég hvet ykkur eindregið til þess að nýta þetta boðskort og koma svo ef þið viljið tala við mig eða annað alfa fólk eftir samkomuna, þá á ég fleiri boðskort og svo minni ég á þetta aftur næsta sunnudag. Takk fyrir mig. Glæsilegt, takk fyrir þetta Helgi. Og þið megið fá meira en eitt boðskort eða viljið, eða það er marga til að bjóða. Það er svolítið mikið tilkynningum í dag vegna þess að við erum að byrja í vetrarstarf og það er allt að fara á fullt. Bara í næstu viku þá byrjum við á fullu. Á miðvikudaginn þá byrja foreldramorgnar hérna í kirkjunni klukkan 11. Þetta heita foreldramorgnar vegna þess að þetta er ekki bara fyrir mömmur. Þetta er líka fyrir pappa sem eru með börn. Þannig að það er klukkan 11 hérna í kirkjunni. Royal Rangers byrja líka á miðvikudaginn klukkan 6 kvöldið. Og það verður hérna í kjallara kirkjunar. Gengið niður rampinn og Royal Rangers verður þar. Rosalega gott starf fyrir krakka og unglinga. Bænastundir byrja líka að verða á miðvikudögum og það verða klukkan 20 hérna í hliðarsalnum. Mjög spennandi að fara að gefa meira í bænina. Síðan, næsta laugardag, þá er eitthvað sem enginn vill missa. Vinnudagur í Völvufelli. Við eigum hús í Völvufelli, Völvufelli 11. Er eitthvað sem vissi það? Já, margir vissi það. Og við erum að leita Guðs hvað við erum að gera með þetta hús, þarna myndaði. Og þeir megi biðja Guð við okkur, hvað við erum að gera, hvort við erum að selja það eða hvort Guð hefur ykkur aðrar áætlanir. En það er aðeins farið að láta á sjá. Það þarf að mála húsið, það þarf að þrífa lóðina, það þarf að gera ýmislegt og það þarf að þrífa inni og taka til. Nóga verkefnum fyrir alla og við ætlum að hittast á laugardaginn. Byrjum klukkan 9, ef þú getur ekki komið klukkan 9 þá getur þú komið síðar. Og við ætlum að taka húsið í gegn. Frítt að borða í hádeginu og þetta verður bara rosalega gaman. Það er gaman að vinna saman og sjá breytingar gerast á einum degi. Þannig að laugardagurinn, Guð er aðeins að nota veðri í dag til að þrífa húsið svona fyrir málninguna og síðan verður allt tilbúið til þess að ráðast á þetta á laugardaginn. Celebrate Recovery byrjar á þriðjudaginn. Ég er mjög spenntur fyrir því og eins og reyndar öllu hérna. Og það byrjar klukkan 8 á þriðjudagskvöldið. Fyrsti fundur, allir innilega velkomnir. Þið hafið séð nokkra vitnisburði síðustu sundaga frá Celebrate Recovery. Finnst ykkur gaman að sjá vitnisburði? Er ekki gott að heyra raunverulega sögur? Mér langar að leyfa ykkur að heyra eina sögu í viðbót sem eru hjón á Selfossi sem Drottinn hefur virkilega mætt í gegnum þetta starf. Þannig að við getum skellt þið á. Það er þarna einhvers staðar. Og þessir vinir mínir á með þetta að koma upp, þau eru með mér í heimahóp
við erum saman í heimahópi og öðrum og það eru forréttindi að fá að vera með góðu fólki í heimahópi. Og við ætlum einmitt að leggja svolítið áherslu á heimahópana eða samfélagshópana, svo ég noti rétt orðin, í vetur. Niðri á eftir verður hægt að skrá sig, ef þú ert ekki í samfélagshóp en vilt komast í samfélagshóp, þá tækifæri til að skrá sig. Mjög veikur á alkoholisma. Getum við hækkað eins í þessu? Drakk og dagdrykkjumaður í 10 ár og þjáðist mikið yfir. Já, líf. Þá er að mynd. Tæknin er yndisleg. Líf mitt var ömurlegt. Helgi, getur þú kannski að? Mjög veikur á alkoholisma, drakk og dagdrykkjumaður í 10 ár. Pásum við aðeins og við erum að fá myndir upp á skjáinn. Jú, auglýsing Jesú konur á meðan. Komið sæl, þú bara að grípa tækifæri fyrst að ég er geymd en ekki gleymd. Jesú konur að hefja sitt vetrarstarf og við hefum verið hluti af Philadelphia núna í 8-9 ár. Jesú konur eru bara hreyfing kvenna sem vilja líkast Jesú og eða viljum leitast við að sjá ríki hans birtast í okkur og í gegnum okkur. Og við ætlum í vetur að leggja áherslu á bænina og við ætlum að hittast einu sinni í mánuði til að eiga bænastundir í heimahúsi. Og við byrjum núna á 15. kvöld, breyttu dagur, breyttu tími, 15. kvöld klukkan 8, heima hjá mér, Sigurtúni 51. Það eru allar upplýsingar síðan inn á Facebook-hópnum okkar, Facebook síðunni og vefsíðun okkar jesukonur.is og þar er líka hægt að skrá sig á póstlista. Þannig ef þið viljið komast á og fá e-mail frá okkur einu sinni í mánuði til þess að fá upplýsingar hvað við erum að gera og svona, þá endilega skráið ykkur og verið með okkur í vetur. Þetta er svo frábært, þetta passar akkurat inn í blómstætti samfélag og bænina, þannig að þetta er bara hluti af okkur í hvet ykkur til þess að koma. Frábært, takk fyrir þetta. Nú er þetta komið. Yes! Kór, viljið ekki bara, þið með fókus sæti eða viljið, tekur 4 mínútur, bara hérna á gólfinu eða eitthvað? Hækku viljið þessu? Yfirfullt af óheiðarleika. Já, líf mitt var ömurlegt. Ég var mjög veikur á alkoholisma, drakk og dagdrykkjumaður í 10 ár og þjáðist mikið yfirfullt af óheiðarleika og alls konar ljótum hlutum. Ég hætti að drekka, ég fór í meðferð og hætti að drekka fyrir dálítið mörgum árum. En ég vann aldrei í mínum málum neitt. Ég varðist á hnefanum í 8 ár, ég af eigin mætti, fór á aðalfundi og það gekk ágætlega. Ég hélt mér svona edrú en svo fór að koma smá föll hjá mér. Og þetta var mjög erfitt að vinna, ég vann aldrei út úr þessum óheiðarleika úr fortíðinni. Við Unnar erum búin að vera gift frá því að við vorum 20 ára, við giftum okkur 20 og Unnar hefur alltaf verið í drykki og svoleiðis og ég var náttúrulega bara í afneitun og meðvirk alveg frá A til Ö og vildi ekkert viðurkenna hana vanda og þetta var bara, heimilislífið var bara í upplausn og það var bara rifrildi og hávaði alla daga og ekkert unnið úr málunum, ekkert tala saman og ekki neitt og í rauninni þá vorum við bara að vaksa í sundur bara í sitt áttina en ég vildi ekkert taka eftir því þannig að þetta var bara allt svart og bara skelfilegt. Ég var búin að berjast í þessari eiginmætti í 8 ár og var alveg gjörsamlega komin á þrótum og ég náði aldrei að skilgreina minn aðra mátt gat ekki að fara í sporin. Svo síðan kynnist ég Celebrity Recovery, kem hér á fund og ég skilgreina mig aðra mátt sem Jesú Krist. Það var alveg grundvallaratriði í mínu lífi, þá gjörbreyttist líf mitt. Ég hætti að berjast við fíknin, hún hvarf. Ég vann þessi spor hérna og ég fór í sporin og það hvarf öll löngun í lyf og eiturlyf og áfengi sem ég var búin að vera í. Og svo meiri sé að fljótlega upp úr því, þá gæti ég ekki reykt. Ég var búin að reykja í 30 ár, það var ógeðslega gott. Ég gata bara ekki lengur. Þetta var allt tekið frá mér, sem betur fer. Ég hafði verið mjög trúuð, en á þessum tíma þá hendi ég Guði út úr mínu lífi. Mér fannst þetta allt honum að kenna og bara alltaf ekkert að vera eitthvað að trúa þennan Guð og svo sá ég bara allt í einu hvað Unnar fór að blómstra þegar hann var komin í Celebrity Recovery og fór í sporin og allt þetta.
Þannig að ég fór með honum á einn fund og þá var ekkert aftur snúið. Þannig að ég fann aftur mitt haldreipi sem var alltaf bara yndislegt. Og bara búin að finna Guð og Guð bara kom inn í mitt hjarta. Þannig að Celebrate Recovery hefur algjörlega bjargað mínu lífi og bara okkar hjónabandi. Hjónaband okkar orðið þannig að við rifustum alveg gríðarlega mikið og alveg svo hundar og kettir og þetta bitnaði á börnunum mikið. Þetta var mjög erfitt og þetta var mjög erfitt alls saman. Svoleiðis var það sko. En síðan eftir við fórum í Celebrate Recovery þá unnum við á þessum málum og töluðum með hlutina og við fyrirgáfum hvort öðru. Og andartaki þegar að hún horfði í augun á Hjördís og hún sagði við mig að hún fyrirgæfi mér allt sem ég hefði gert og það var öfugt, sagði við hana. Það var alveg, hafði grundvallar mikla þýðingu fyrir okkur þegar við gerðum þetta, fyrir mér allavega. Og hérna í dag þá tæklum við öðru sem máli, við tölum út hlutina, það gerist alltaf hjá okkur eins og fólki, það komur ágreiningur og við erum alltaf alveg að fara að rífast, þá róast við niður og tölum hlutin. Það gerum við í dag, þetta er munurinn í dag og þetta er alltaf allt annað líf, við vorum að tala um daginn að við höfum ekki rifist í langan tíma, við kunnum það ekki lengur. Já, við Unnar erum búin að vera gift yfir 30 ár og þegar við giftum okkur þá náttúrulega fórum við með heit fyrir guðamönnum og standa saman í blíðu og stríðu og það var ekkert í boði að skilja, Guð ætlaði okkur ekkert að skilja. Hann bara kom og reif okkur upp á lappirnar og vann í okkur og er með okkur og og í dag þá erum við saman í svo mörg og yndislegu, við förum á fundi saman, við erum í hjónaklúbb og svona kristilegum hjónaklúbb og við erum í heimahóp og við gerum bara allt saman og Guð er með okkur í öllu og bara lífið hjá okkur er bara yndislegt og ég myndi aldrei vilja skipta út fyrir þetta. Þú eru kæri vinir mínir og það er yndislegt hvað Guð getur gerst. Þetta byrjar hér á þriðjudaginn klukkan 8. Þetta er fyrir alla sama hvað við erum að glíma við. Mér langar að minna aftur á, niðri á eftir verður hægt að skrá sig í samfélagshópa. Ekki missa því að vera í samfélagshóp. Ekki missa því. Komdu þér í góðan samfélagshóp og við hjálpum ykkur að komast í samfélagshóp. Núna ætlum við að taka fórn, Óskar alveg bíður eftir mér. Má ég ráða í hvert fer? Nei, það mátti ekki. Það er svona gaman að minnast og eitt, ég vil að nota tækifæri í mikrofónin. Við ætlum að taka fórn fyrir starfinu en það er oft kvartað við mig hér og við hljóðmann yfir stundum hávaði, samt vill fólk kröftu á lofgjörð og flotta tónlist. Þið sjáðu hann Brynjólf Snorrason fyrir aftan mig. Þið sjáðu að hann situr við eitthvað undarlegt tæki, þetta eru trommur, þetta eru rafmagnstrommur. Þá getum við stillt háan, ég byrja alltaf að spila eins fyrir mig og þannig að þú slekkur kannski á bara á meðan, spila eins fyrir mig. Og svo slekkur á hljóðinu og þá byrjar þetta. Það virkar ekki, það heyrist bara mér hérna í hátalarunum. Þið heyrið að það er svolítið mikil munur. Við erum að reyna að tempra salinn en þetta hljóðfæri kostar svolítið peninga og ég hvet ykkur til þess að ef þið hefðu áhuga að koma hér og þurfa ekki að vera meirinn að tappa, styrkið þetta málefni. Það er til hljóðfærasjóður hér í kirkjunni sem við eigum smá peningi og við ætlum að bæta í hann núna hressilega. Farðu á heimasíðuna og finnið það þar eða spurið á skrifstofunni, ég man ekkert númerið og styrkið þetta, þá getum við eignast þetta trommusett og þá getið þið komið hér og heyrt í ykkur sjálfum þegar þið syngið lofgjörðina með okkur. Ég hvet ykkur til að vera með. Kirkjan, það er svo margt sem okkur langar að gera en stundum stoppa peningar okkur af og það er algjörlega óþolandi. Bakhjarl kirkjunar í fjármálum er kirkjan. Það eru við sem höldum kirkjunni gangandi og það er fólki sem gefur trúfarslega sem að gera það verkum að við getum starfað og getum verið að gera það sem við erum að gera. Og við viljum sækja áfram. Og ég hvet þig til að vera trúfastur í því að gefa, í því að skila mánaðarlega og taka þátt í því sem að kirkjan er að gera. Heyri amen við því. Gerum þetta saman og höldum áfram að vaxa og stækka. Gjör svo vel. Ég á himneskara
sálmur. Hver kunna hann ekki, maður sjá, einhver sem kunna hann ekki hér inni? Það þorir enginn að viðurkenna allt í lagi, skiptir engu máli. Fallegu sálmur, texti eftir Filippíu Kristjánsdóttur. Við lofum börnunum að fara niður að leika sér, það var að tala um það í svona gríni hérna í póstum á milli, að þau ætla að gera eitthvað skemmtilegt og Sigrún sagði nei, þau að fara niður og þrífa kjallarann, sagði hún á Facebook, en ég held að það hafi nú verið grín. Þau ætla að fara niður og leika sér, við ætlum að hleypa þeir niður núna, en rétt á með að hlaupa niður og syngjum saman eitt lag frá Afríku, sem er mjög skemmtilegt, krakkar, ekki hlaupa alveg hratt, við ætlum að syngja saman. Það heitir Jesu Kristi Nasagona, dami kopnike, alleluja. Og þetta vita allir hvað þýðir, Jesús Kristur kemur aftur, ekki satt? Við prófum það. Ég var að prófa einu sinni aftur maður hér á salin, syngja það svolítið kröftulega og fáum afrísk hérna hljóð svolítið í kór, þið kunnið það, Kitty, þú manst þetta. Prófum aftur. Jesu Kristi Nasagona, dami kopnike, alleluja. Jesu Kristi Nasagona, dami kopnike, alleluja. Ekki setjast, amen. Svona hljómar lofgjörinn í Benín í Afríku. Allavega, þetta lag er það. Við ætlum að syngja saman 2-3 lofgjörlögar en hann kemur upp á hafliði, hann er reyndar uppi. Hann situr hérna í kórnum ótrúlega, stendur segja, hann er ótrúlega segur. Hann var með okkur allan daginn í gær, hann segir betur frá því og eftir þetta ekki. Við tókum svolítið lofgjörhópinu hér á sviðinu, við gerum svolítið ótrúlegt í gær. Við fórum langt út fyrir það í dag ramman og já, hann segir frá því og eftir. En syngjum saman lag sem að ég held að þið þekkið öll. Faðir á himnum, þegar við elskum
Halleluja. Og Drottinn, við komum eins og við erum með allt sem að við erum með. Bæði það sem gott og gleður, það sem erfitt og þrykkir okkur niður, það sem að við vitum og hefum með fortíðin að gera og það sem við vitum ekki en vonum og hefum með framtíðin að gera. Allt þetta, Drottinn, viljum við fá að koma með til þín og við viljum fá að lofa þig og vexa með þig fyrir daginn í dag, fyrir það sem að þú ert að gera í dag í okkar lífi, í lífi þeirra sem í kringum okkur eru, í þessu samfélagi sem við erum hluti af. Og Drottinn, ég vil biðja fyrir þessu orði sem að mér hefur verið falið að flytja í dag. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, þessa sunnudaga sem að við höfum átt og verið að tala samfélagið. Það sem að gerur okkur að kirkju, það sem að gerur okkur að vinum, það sem að gerur okkur að samstarfsfólki, Drottinn, í öllu þessu. Þá viljum við leggja samfélagið okkar í þínar hendur. Drottinn, þetta þinn líkami. Og við viljum að þú fáir að stýra. Við viljum að þú fáir að leggja línurnar á leiðina fyrir okkur. Og við byggjum, Drottinn, að þinn vilji megi verða, þitt ríki megi koma. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, þá lýsingu á þínu ríki sem segir að þitt ríki ekki matur og drykkur. Það réttlæti, það friður og það fögnuður í heilugum anda. Drottinn, það samfélag sem við þráum. Og við byggjum þig að vera með okkur og blessa í Jesú nafni. Amen. Amen. Gjörðu svo vel, vinur, og fá okkur sæti. Og það gott að fá að vera með ykkur í dag. Eins og Óskar sagði, þá áttum við alveg yndislegan dag saman í gær. Við vorum svona æfingadag, gospelkórinn, og höfum talað kannski að fara eitthvað út úr bænum, en við ákváðum bara að fara niður í bæ í stæðan fyrir að fara út úr bænum og æfðum niður á Hjálpræðisher sem eru heimaslóður Óskars, og þar var alveg yndislegt að vera. Svo löbbuðum við bæinn og fórum svolítið í gegnum söguna. Þetta var líka tími og tækifæri til þess að tengja þá sem að eru með í kórnum okkar og hafa kannski minni hugmyndum það sem til dæmis tónlistastarfi hérna í kirkjunni hefur haft upp á að bjóða í tæp 80 ár. Við sáum fyrsta organistan, hún Helga ekki hérna það, Helga Bergmann, amma hennar, hún var fyrsti organisti í kirkjunni, og við vorum með myndir af kórnum frá þínu á Hverfisgötu 44, svo löpum við svona stóra hring, og ef að hérna við fáum myndina, við fáum hérna Facebooki mitt. Þórunn fékk alveg risaverkefni. Það komu alls konar hugmyndur hvað ætti að gera, og það vantaði smá útskýringur hvernig ætti að ná þessu öllu fram, þegar hún á alla mína saman. Ég hef setið þarna og hérna verið að berjast við allar þessar hugmyndir. En Facebookin einhvers staðar þarna. Við sem sagt löbbuðum fyrst upp á Bröttugötu 3B. Þar sem sagt leigðu þeir fyrstu sem að byrjuðu samkomunar, og þar voru samkomunar í mjög fallegu uppgerðu húsi í dag, og síðan röltum við áfram yfir í Kólaportið, og við ætlum aðeins að sýna ykkur úr Kólaportinu. Gerum það ekki mjög oft. Þannig þetta algjörlega uník. We all extol. If we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. Yes, if I had a problem that you understand, we all need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For
Og síðan heldum við áfram sem leið lá og yfir í Hörpu. Það var smá rigning sem hafði ekki verið spáð. Þannig að við bara bættum inn í smá svona flassmóp inn í Hörpu. Það voru 1000 mann á matarsýningu sem áfram í dag og svo sungum við og þá kemur einn góður tónleikagestur og sem að við þekkjum vel sem situr á fremsta bekk yfirleitt á fyrstu tónleikum í jólatónleikunum. Það var Ólafur forseti, svo við tókum þetta flassmóp fyrir hann líka og svo þetta var svolítið dagurinn, yndislegu dagur og samfélag sem við ætlum að fjalla hér í dag. En mér var falið sem sagt að tala samfélagi sem hluta af þessum 4 stólpum sem að kirkjan okkar byggir á. Og ég ætla að tala út frá 4 punktum sem að allir styðjast við ritningarteksta, þar sem orðið samfélagi eða koinonía sem svona grunn orðið í þessum teksta sem að við erum að leggja út frá alla þessa sunnudaga, út frá Apostolasögunni 2:42. Samfélagið var, og þið sjáu kannski að ég segi það var vegna þess að ég að vísa í þessa teksta. Svo yfirskriftin var hefur að gera með tekstana sjálfa. En við ætlum að tala samfélagið eins og við viljum fá að upplifa það og reyna í dag, byggt á þessum grunnatriðum. Samfélagið var að tengjast við aðra trúaða. Þeir tóku sér stöðu í trúnni á Guð og með hvert öðru. Svo það var það fyrsta. Samfélagið varð til í gegnum trúna á Guð og í gegnum tengsl við annað fólk. Í textanu sem við búið að lesa og við höfum verið að lesa og þeir hafa lagt út frá, bæði Helgi og Aron, að þá segir þau ræktu trúlega uppfræðslu postulana, það búið að taka þann lestur. Samfélagið, það sem sagt lesturinn í dag, við tökum þetta ekki tímar eftir þessum texta, brotningu brauðsins og svo bænirnar. Pál segir í Filippibréfinu 1. kafla á versi 3-5: Ég þakka Guði mínum í hvers skipti sem ég hugsa til ykkar og geri ávallt í öllum bænum mínum með gleði bæn fyrir ykkur öllum vegna samfélags ykkar fagnaðarerindið frá því þið tóku við því og allt til þessa. Sama orðið, vegna þessarar koinoníu, vegna samfélagsins. Þetta orð samfélag á sér margs konar merkingu og margs konar myndir í ritningunni. Og mér langar til þess að minnast á 4 þeirra. Og þessi fyrsta hefur að gera bæði með upphafið. Hvað það sem að skapar samfélag? Það eitthvað sem að tengir okkur. Hvað það sem að skapar íslenskt samfélag? Fyrst og fremst það að við erum Íslendingar. Við erum svo ótrúlega ólík samt í þessu 330.000 manna samfélagi og ég held að við höfum aldrei rifist meira það, hvað það þýðir að vera Íslendingur og hvert við erum að fara. Ég hef stundum ekki alveg með á hreinu hvert við erum að fara. Það líka stórt samfélag. En litlu samfélagin sem ég til dæmis tek þátt í að vinna með í minni vinnu, það eru hjónabönd. Það bara samfélag tveggja og það verði ekkert mikið minni. Samfélag byggir sem sagt á samveru okkar og tengslum við einhverja aðra mannesku. En samfélag verður til þegar við tengjumst í kringum eitthvað. Við tengjumst ekkert bara random. Við hittum fólk og ég hugsa stundum til þess. Og sérstaklega þegar maður situr kannski, ég man þegar ég kom til Manhattan í fyrsta skipti. Og ég sat einhvers staðar á 40. öðru stræti og ég horfi á fólki fara framhjá. Og allt í einu kom þessu hugsun, þennan einstakling sé ég núna og ég horfi á hann, en ég á örugglega aldrei eftir að sjá hann. Ég hef ekki hugmynd hann. Það engin tengsl önnur en á einhverju augnabliki þá sköruðust leiðir okkar á 40. öðru stræti í New York. Aldrei eftir að sjá hann. Ég á ekki samfélag við þann einstakling nema það eina sem tengdu okkur, það var þetta augnablik í tíma. Samfélagi sem við erum að tala eitthvað miklu meira en það. Eitthvað sem á og þarf að ná miklu dýpra. Og þegar við lesum textan í 2. kafla versi 42 sem við lásum hérna áðan, þeir ræktu trúlega, þá vorum við að tala upphafið. Og í upphafi oft auðvelt að rækta. Það var eitthvað mikið að gerast, það var mjög gaman, það voru líka átök og það voru árásir og það voru ofsóknir sem urðu til þess að kirkjan dreifðist, en það var alveg ótrúlega mikið að vera. Bættust 3.000 manns við, í eitt skipti 5.000 á öðrum stað. Myndum við ekki vilja vera með í því? Það svona samfélag, það mjög margt spennandi að gerast og maður kannski þarf ekki að hafa, maður bara sendir Pétur upp, hann talar og svo gerast bara alveg ótrúlega hlutir.
Síðan heldur samfélagið áfram að dýpka og vaxa og tengslin að myndast og þá koma alls konar hlutur upp sem að við kannski reknum ekki alveg með. Í Opinberunarbókinni, ég ætla nú ekki að vitna í þann texta, en það í einu af bréfunum til safnaðanna 7, þá segir ég bið þess eða það finn ég á móti ykkur, segir hann, þetta verður nú ekki svona á móti prediku hér í dag, fyrst og fremst með samfélag, en hann segir ég finn helst að því við ykkur að þið hefur tapað ykkar fyrsta kærleika. Það er mjög auðvelt að vera upprifin. Það er auðvelt að tengjast öðrum í kringum eitthvað áhugavert og skemmtilegt. Það er auðvelt að verða ástfangin. Það er frítt í 1 ár, það segja rannsóknir. Eftir það er þetta að vinna. Og allir segja, þú veist, já, þetta var aðeins og mikið ofam hérna. Full mikið vinni á sumum. En þannig er það. Þessi fyrsta tilfinning, hún gefur ekki endilega vísbendingu hvernig þetta verður. Þetta fyrsta samfélag segir ekki endilega til hvernig sagan muni þróast. Og þess vegna þegar Páll er að skrifa til Filipimanna, þá var hann staddur í fangelsi og hann er að skrifa þeim það sem skiptir mestu máli. Hann segir, ég þakka Guði mínum í hvers skipti sem ég hugsa til ykkar. Það er samfélag. Og mikið vildi ég óska þess að við gerðum meira af þessu. Og þegar sé við, þá er ég að tala um mig. Að við mættum þakka Guði oftar þegar við hugsum til annarkot kirkjunar okkar í heildi eða einstaklingar kirkjunar. Einhvern veginn er það þannig og það hafa verið gerða mælingar til dæmis á því hversu mikið að neikvæðum við skilabóðum við fáum þegar við vorum orðin svona fullvaxta eða komin á orðið svona ungt fólk fyrstu 20 ár ævinnar og ég man ekki lengur tölurnar en það er alveg óheyrilegu fjöldi af neikvæðum skilabóðum og það hefur ofta að gera bara með hluti sem að uppeldi, passaði, ekki hlaupið á götu, hættu að berja systir þína, skilur þau, alls konar, og við setjum þetta í neikvæð, eitthvað svona sem við þurfum að forðast eða leggja af eða ef við höfum ekki tíma og við sem foreldrar þekkjum þetta, þegar við höfum ekki tíma þá eykst fjöldi neikvæðra skilabóða. Þessi jákvæðu, við höfum miklu auðveldara með þau. Gott samfélag gengur út á jákvæðra tilfinninga, skilabóða og hugsana. Ég þakka Guði mínum í hvers skipti sem ég hugsa til ykkar. Mikið mættum að æfa okkur í þessu. Við þurfum og svo segir hann, og ég geri ávallt í öllum bænum mínum með gleði, bæn fyrir ykkur öllum, vegna samfélags ykkar fagnaðarindir frá því ég tóku við því og allt til þessa. Og svo heldur hann áfram. Svo samfélagið, það var að tengjast við aðra. Þeir tóku sér stöðu í trúnni á Guð og hvert með öðru. Samfélagi fjallar sem sagt líka það, og það er punktur nr. 2, að rækta þetta nýfundna samfélag við Guð og við aðra trúa það. Og hann segir í Filippibréfinu áfram, fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, þannig koninni komin aftur, fyrst það ríkir hlýja og samúð, gerir þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleik, einn hug og eina sál. Fyrst andi hans skapar samfélag. Og það er þessi punktur sem mér finnst skipta svo miklu máli. Að þegar ritningi fjallar samfélag, að þá fjallar hann ekki bara þessi mannlegu tengsl. Og þau eru samt stærstur hluti af okkar samfélagi. Ef við erum alveg einlæg og heiðarleg, að þá vitum við bæði í þessu nánasta og minnsta samfélagi tveggja, að þessi erfiðu hlutar mannlegs eðlis eru ofta að þvælast fyrir okkur. Alls konar hlutir sem við erum að takast á við. Stundum er þetta bara persónlega hlutir, óöryggi, einhvers konar vanmáttur, hlutir úr æsku, hlutir sem er að gerast. Það tala nú ekki svona samfélagsmiðlar dagsins í dag. Maður getur alveg, maður getur fengið alveg ótrúlega skakka mynd af samfélagi en maður eyðir miklum tíma í að lesa þar. Því miður. Og það svona vekur svolítið depurð í huga mínum og stundum hugsa ég mikið væri gott ef það er að loka á þetta og svo manni býr það hægt að loka á þetta. Það er ég sem stýriði svolítið hvað ég les og hvað ég heyri. En samfélagið sem að byggist á samfélagi okkar við Guð er samfélag anda hans, segir hann. Ef það er grunnurinn, ef við getum ekki í eigin mætti, þá getum við í krafti Guðs. Og það er þetta sem að Páll er að leggja áherslu á. Það er andi hans sem að skapa samfélag.
Það þetta samfélag sem við erum að tala innan kirkjunar. Það samfélag sem andi Guðs skapar. Og svo verður hann að lýsa þessu samfélagi. Það ríkir hlýja og samúð. Hann segir, gerir gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleik, einn hug og eina sál. Og það hefur verið markmið kirkjunar alla tíð. Hvernig gengur okkur? Misvel. Misvel. En þetta markmiðið. Það andi hans sem skapar samfélag. Og Jóhannes segir í 1. Jóhannesarbrefi, en ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú sonar hans hreinsar okkur af allir synd. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann í ljósinu, þá höfum við samfélag. Og það þetta, áður en að við getum gengið í samfélag sem gefandi og uppbyggjandi við aðra, og sérstaklega í þessu kristansamhengi, þá myndum við gera vel í að ganga í samfélagi við Guð fyrir anda hans. Þar verður grunnurinn, þar fer vinnan fram. Og mér svo yndislegt að heyra þennan vitnisburð hérna áðan hlutina sem breyttust. Vegna þess að hann hleypti Jesú Kristi inn í sitt líf og inn í sína kringumstæður og hlutinni breyttust. Ég þekki ekki sögu þessa fólks, en ég bara veit af fenginni reynslu að það er ýmis konar barátta framundan. Það ekki þannig að það sé allt fullkomið og verði það. Af því að við höldum áfram í þessum mannlegu samskiptum okkar, ýmislegt sem mætir okkur sem að við stýrum ekki sjálf. En ef við gleymum því aldrei að það andi Guðs sem að skapar grunninn að þessu umhverfi sem að lýsir hér, þá mun okkur ganga betur. Þriðja atriðið, það fjallar samfélag þar sem að við tökum virkan þátt, bæði í gleði og sorg, í velgengni og skorti. Og að því við erum að leggja áherslu á samfélagshópa, og samfélagshópa hafa alltaf verið nálægt hjarta mínu. Ég hugsa við hjónin sem búin að vera með samfélagshópa í upp undir 40 ár, með svona hléum þegar við búum erlendis. 40 ár, það getur alltaf verið. Þá var ég, þetta tala sem hljóma verið, allavega 30 ár. Ég ekki svona gamall. Í 30 ár höfum við verið með samfélagshópa. Og í upphafi að þá hafði það fyrst og fremst þörf að gera. Það var fullt af nýju fólki sem var að koma, við vorum í Völvufelli og það var fólk sem var ekki tengt og kannski ekki sérstaklega frótt ritninguna og annað, og við hugsaðum með okkur, ok, við getum alveg gefið það tíma okkur, 1 kvöld í viku eða fyrst var 1 kvöld í viku, og við tókum alltaf nýtt fólk inn og síðan fórsahópur annað, stundu voru einhverju leiðtogar sem að hugsa upp í hópnum og tóku við honum, en við héldum alltaf áfram og erum enn í virkið þáttakendur þessum samfélagshópum. Og mér langar til að fá einn vitnisburð hér í dag, svona lifandi, frá henni Elísabetu. Hún ætlar að segja ykkur svolítið frá sinni reynslu af samfélagshópi. Þetta að taka virkan þátt með öðrum í lífinu. Komið sæl, Elísa heiti ég. Verður maður ekki alltaf að segja já þegar maður beðinn að vitna fyrir góðum hlutum? Þó ekki bara skylda að segja já þó að sé erfitt? Herru, ég hef nefnilega svolítið verið áhorfandi að samfélagi. Upplifaði mig pínu einmana í kirkjunni sem ég hef þó tilheyrt í 15 ár og gert töluvert að því að horfa á samfélag annara, vináttu, fjölskyldusamfélög, en ekki haft réttu vopnin til að vera með. En nú hef ég þau og í samfélagshóp sem ég þykir afskaplega væntum, og þær eru 9 fullorðnir og 15 börn. Og allir þessi fullorðnu í hópnum mínum eru fólk sem ég geti treyst mig til að hringja í og leita til hvenær sem og það mér dýrmætt. Mér vantaði vini utan kirkjunar sem geta gefið mér frelsu ráð, og já, það í dag, og fyrir það vil ég þakka. Og svo vil ég líka benda á þjónustu sem leið inn í samfélag sem mjög sterk leið. Því að samfélögin, þessi samfélagshópar og þjónustan, þetta hjartsláttur kirkjunar. Takk fyrir mig. Svo langar mig, ég ætla nú ekki að stoppa klappið, þú áttir allt þetta skil og meira en bara klukkuna margt.
Svo núna þegar hún fer, þá fer hún hérna niður að því hún búin að vera að undirbúa það að bjóða okkur í samfélag hérna á eftir. Alveg ótrúlega dugleg í að þjóna hér í kirkjunni. Svo verklegi þátturinn hefur bæði með það að gera mynda tengsl og líka að taka virkan þátt. Takk fyrir. Svo samfélag, það að taka virkan þátt í gleði og sorg, í velgengni og í skorti. Í öðru Korinthíubréfi, 9. kafla og 13. versi, þar einn af þessum textum. Þetta eru 17 eða 20 textar, það svolítið hvernig við lesum við þetta orð, sem að nota að grunni þetta sama orð, koinonía eða samfélag. En það ekki alltaf þýtt sem samfélag, vegna þess að þetta þýðir miklu meira en bara svona tilfinningatengsl eða mannleg tengsl eða svona huglæg tengsl. Þetta hefur líka mikið með praktískt tengsl að gera. Og hér segir hann, og þetta í þessum tveimur köflum, kafla 8 og kafla 9 öðrum Korinthíubréfi, að þetta eru kaflarnir sem fjallum að gefa fjármuni. Svo segir hann, þegar menn sjá hvað eðlis þessi þjónusta munu þeir lofa Guð fyrir að þið farið eftir fagnarendi Krists sem þið játið og gefið með ykkur. Sama orð og koinonía, að gefa með sér. Það samfélag. Gefið með ykkur af örlæti bæði þeim og öllum. Svo skrifar hann eitt af stystu bréfum ritningarinnar, bréfið til Fílemons. Og bara svolítið bakgrunnur, Fílemon efnaður maður, vinur Páls, sem að á þræl sem heitir Onesimus. Og þrællinn hafði strokið, kemst til trúar og þjónar með Páli, og Páll að biðja honum vægðar. Þannig að segja þegar hann kemur aftur takt á mótunum, ekki lengur sem þræli heldur sem bróðir. Svo samfélagið hefur ekki með stétt að gera, það hefur með þessi tengsl sem andi Guðs gerir. Og hann skrifar í þessu bréfi til Fílemons. Og hér hann að vitna til gæsku þessa manns. Þessi maður var augljóslega góður og hafði góðan grunn og var gefandi. Hann segir, ég bið að það sem þú átt og það sem þú gefur. Ég bið að það sem þú átt og það sem þú gefur. Og hann var ekki hér að tala fjármuni. Hann var að tala það sem hann gaf af auðlega hjarta síns. Hann að biðja manni vægðar sem hafði brotið reglur samfélagsins og var núna á leiðinni heim aftur. Og hann segir, ég bið að það sem þú átt og það sem þú gefur. Það ekki nóg að eiga ef við gefum. Það verður aldrei samfélag ef við gefum ekki af því sem við eigum. Og þetta sama orðið, koinonía. Það sem þú gefur í trúnni styrki þig til þess að skilja allt hið góða sem veitist í Kristi. Mikla gleði og uppörun hef ég þegið, saki kærleika þíns, því að þú, bróðir, hefur endurnært hjörtu heilagra. Það var koinonía. Svo þetta fjallaði bæði þessa praktísku hjálp og mörg af þessum versum sem ég vitna ekki í, sem hluti af þessum 17 versahóp sem að fjalla koinoníu, fjalla einmitt þessar peningalegu gjafir. Það var mikil þröng og miklu erfiðleikar í kirkjunni í Jerúsalem og það gekk beiðni út allan hinn þekkta kristna heim þá að hjálpa kirkjunni í Jerúsalem. Það sem var mikil fátækt og mikil hungursneið og miklu erfiðleikar. Og það var koinonía, það var samfélagið að taka þátt. Að enginn þyrfti að líða ef að aðrir áttu og gátu gert eitthvað til að gefa. Svo samfélag var að taka virkan þátt í gleði og sorg, í velgengni og skorti. Samfélag gerist hér þegar við komum hingað. Samfélag gerist þegar við förum hérna niður og eftir. Samfélagi líka á laugardaginn, upp í Völvufelli. Verklegur þáttur. Samfélagi var hluti af því sem það sem við gerðum í gær. Við vorum yfir 20 mann sem eittum heilum degi saman. Og við eittum svo miklum degi úti að ég var kvefaður. Hérna einhver, allt góðu. Samfélag þegar við gerum saman. Og fjórði og síðasti punktur minn þessi. Samfélagið, það var að vera saman, að gera saman, að vaxa saman og svo samfélag að gefa og þiggja. Í Galatíubréfinu, öðrum kafla og 9. versi, þá segir, og Páll að lýsa þessu, hann segir, og Jakob, Kefas og Jóhannes, Kefas sem Pétur,
Pétur, Jakob og Jóhannes, við þekkjum þessa þrenningu, sem áleitnum voru máttarstólparnir, höfðu komist að raunum hvílík náð mér var veitt, þá réttu þeir mér og Barnabasi hönd sína til samkomulags. Svo samkomulag er líka samfélag. Það sem við tölum og það sem við verðum ásátt Og hvað eru þeir ásáttur Við skildum fara til hinna óumskornu, en þeir til hinna umskornu. Og við vitum að Páll postuli var ekki sérstaklega auðveldur maður alltaf. Hans samfélag byggðist oft og stundum á svona átaka samskiptum. Þessi mannlegi hlutur í hans eðli kemur fram. Hann segir í Rómarbréfinu, og það er svona texti sem að menn deila svolítið hvort að tilheyri Páli fyrir eftir frelsi. Hann segir það góða sem ég vil, ger ég ekki. En það vonda sem ég vil ekki, einhvern veginn er mér tamt að gera það. Hann talar síðar fleinin sem hann vildi gjarnan losna við. Páll var að takast á við alls konar hluti í eigin lífi. Á einu tímapunkti að þá var svona þessi samfélagsvitund hans svolítið í hættu. Þá þegar hann ætlaði að fara í trúboðsferð líklega númer 2 og í þeirri fyrri að það hafði Jóhannes Markus, ungur maður, gefist upp á leiðinni. Hann bara gat þetta ekki. Það var aðeins svo töff. Páll labbaði á hratt, það var svolítið gaman í gær, við vorum að labba í göngunum og ég skil ekki alveg, ég geng stundum í öðrum rytma en aðrir, ég önnum kafan að hugsa hvert við erum að fara og ég sé ekki hópinn, hann bara einhverstað langt á baka mig. Fyrir ykkur sem að fara með mér í fjallgangur, þá var þetta svolítið þannig og ég veit að það er ekki gott samfélagslega, maður gengur ekki svona hratt, konan mér veit þetta manna best, hún hefur alltaf verið eftir mér, í mörgum skilningi þess orðs. En hann bara gat ekki hugsa sér að fara með þessum unga manni aftur. Hann hafði verið til trafala, hann gafst upp, vildi fara heim og það voru bara heilmiklir erfiðleikar sem vildu því. Og hann og Barnabas tókust á þetta og þeir voru bestu vinirnir, þeir voru tímið í þá daga í frumkirkjunni og þeirra samfélag var í hættu vegna þess að þeir eru svo ólíka skoðanir hvernig þetta takast á við þennan unga mann sem var fullur að vilja og nú langaði hann aftur til að koma með. Það fannst mér svo frábært, en Páli ekki. Hann hugsaði með sér, bara, þetta eru vandræði. Þetta eru vandræði sem eru komið til að vera og ég get alveg verið laus í þau. Og þá segir Barnabas, þá fer ég ekki. Af því að hann hafði þessa þjónustu að halda utan þá sem á einhvern hátt voru út undan. Páll hafði ekki þá þjónustu. Hann gæti alveg látið fólk bara vita hvað hann fannst og sagt á íslensku eins og kona mín segir, eða kannski á arameísku eða grísku á hvaða máli hann sagði það. Hann talaði svona hreint út og það olli stundum erfiðleikum. Svo þeir skildu að skiptum. En hér er talað jafnvel svona skipti sem samfélag. Við verðum sammála Og það er eitt samfélag sem að skipti mig svona mestu máli. Samfélagi sem að ég hef átt hér í gegnum árin er alveg óendanlega mikilvægt fyrir mig. Það hefur verið svo stór hluti af lífi mín og stór hluti af bara því hver ég er. En samfélag við aðra trúaðir sem að til ekki þessari kirkju er ekki síður mikilvægt. Og þegar ég les þetta samfélag Páls, þetta samkomulag sem þeir áttu sín í milli, þá skil ég það líka sem samkomulag að stundum erum við ólík og stundum förum við í ólíkar áttir. En það má aldrei verða til þess að samfélagi gjaldi fyrir það. Vegna þess að við erum hluti af einni miklu stærri heild. Við erum hluti af kirkju Krists. Það samfélag verður vitnisburðurinn fyrir alla þá sem fyrir utan þann hóp standa. Svo þeir réttu honum og Barnabasi hönd sína til samkomulags að þeir ætluðu bara fara í sitt hvor áttina en þeir ætluðu að gera það í fullkominni sátt. Og svo kemur þetta að lokum. Og það hefur með bikar blessunarinnar að gera. Og það er svona eitt hluti af því sem við höfum verið að tala það er brauðsbrotningin. Hún var mjög mikilvægt samfélag og hún var eiginlega miklu stærra og meira samfélag og fyrir ykkur sem hafi komið og tekið þátt í skýrdegi að þá höfum við nálgast á skýrdegi meira það sem að frumkirkjan var að gera og við þurfum svo sem að geta endurtaka það. Við erum í allt öðru umhverfi og allt öðru samfélagi og það er engin þörf að búa til svona stóra máltíð í kringum brauðsbrotninguna. Það er ekki þörfin. En þeir gerðu það. Það var bara hluti af kvöldmáltíðin eða brauðsbrotningin var alltaf hluti af því þegar samfélagi kom saman.
Og hann segir bikar blessunina sem við blessum, hann ekki samfélag blóð Krists? Og brauðið sem við brjótum, það ekki samfélag líkama Krists? Þegar hann segir þetta, þá hann búinn að tala hlutina sem hann var ósáttur við. Og þegar við lesum textan að þegar við tökum af brauðinu og af bikarnum, ef við dæmum ekki rétt líkamann, vitið hvað hann var að tala? Og það þetta sem að mér finnst skipta svo miklu máli, því að margir svona nálgast þennan texta og hugsa með sér, ok, brauðsbreytingin bara eitthvað svona dóms úrskurður. Nei, hún fjallar fyrst og fremst máltíðina sem átti sér stað á undan. Það sumir sem eiga mikið, þeir koma með glæsilegan mat. Og svo aðrir sem eiga ekki neitt og þeir koma, en þeir hafa ekki ráð á neinu. Og svo situr hver í sínu horni og borðar sinn mat. Hann segir, ef þið dæmið ekki rétt líkamann, þá dæmið ykkur til dóms. Af því að þetta ekki samfélag. Þetta eru svona eiginhagsmunir sem ráða og þetta tengir okkur ekki saman. Og við þurfum að lesa þetta svolítið í samhengi og þessi texti, hann verður einhvern veginn, hann verður svo miklu meiri áskorunum að gefa gætur að þessu samfélagi sem við erum hluti af, heldur en bara að þessu persónlegu uppgjör okkar. Þetta fjallar ekki persónlegt uppgjör eins mikið og þetta fjallar það hvernig samskipti okkar við þetta samfélagi eru. Ef við eigum meira og við vitum af öðrum sem í þörf, þá samfélagið að mæta þörfinni. Ef við, og ég svo ánægður með hvernig við leggjum að borð hérna niður, það leggja sérst allir á borð og svo borðum við öll af mat sem allir komum með. Og svo borða sumir af mat sem þeir kom ekki með. Þetta var skilaboð frá Fríði. Hún stóð hérna einu sinni upp og sagði við getum gert þetta öll. Og hluti af því að efla samfélagið var að búa til svona þetta Pálinubóð, segja ef við komum öll með þá finnur enginn fyrir neinu. Ef við gerum það ekki, ef við missum svona samfélagsvitundina, þá lendir þetta alltaf á þessum fáu sem alltaf tilbúin til að standa upp. Og ég er búinn að segja það og alltaf endur taka það að einhver annar, hann hætti í kirkjunni, hann var svo þreyttur það var sífellt verið að benda á hann og tala hann bara gafst upp, hann fór. Svo hann ekki hérna lengur, bara við. En við erum alveg nógu mörg til þess að geta klára þetta. Við erum alveg nógu mörg til þess að búa til þetta samfélag sem Páll var að lýsa. Það sem ríki kærleiki, umhyggja og þetta það sem við deilum hvert með öðru, því sem við eigum. Hvað eigum við? Stundum eigum við tíma. Sumir hafa meiri tíma en aðrir. Þeir geta gefið það tíma sínum. Sumir eru svona þessir umhyggjusömu barnabassar. Þeir líta til með þeim sem að einhvers staðar að hrasa eða eru að gefast upp og þeir gefa þeim gaum. Aðrir halda áfram, það svona meiri blástur í þeim, þeir eru eins og Páll. Þeir rífa með sér einhverja sem eru svona duglegir og halda áfram. Ryðja nýjar brautir. En aðrir taka sér tíma til að biðja. Sumir fara til þeirra sem að enginn fer til og sinna þeim sem að komast kannski ekki hingað eða koma sjaldan. Biðjum að heilsa. Þetta bara allt í lagi. Þetta líka bara hluti af samfélaginu. Ég veit ég átti að vera búinn og þú voru örugglega gefið upp tíma klukkan 12:30 þegar hafliði búinn, þannig að nú má hringja. Þetta allt í góðu. Og þetta bara nútíma samfélag. Viljum við taka þátt í þessu? Já, ég vil það. Af öllu hjarta. Þetta auðvelt? Nei, ekki alltaf. Þetta hægt? Algjörlega. Og þetta sérstaklega hægt. Ef við eitt og sér hvert okkar gefum gaum að því sem andi Guðs vinnur innan með okkur, þá verður allt hitt auðveldara í Jesú nafni. Og mér langar að biðja gospelkórunum að koma einn upp og hljómsveitina og við bjóðum til fyrirbænar. Og fyrirbænin er líka hluti af samfélaginu að bera hvers annars byrðar. Þegar við göngum núna inn í vetrastarfið, þá vitum við líka að í öllum þessum starfsgreinum kirkjunar, þá vantar eiginlega alltaf fólk. Það er svona, að mjög sjaldan sem að við höfum meira fólki við höfum not fyrir. Svo að samfélag að vera virkur þáttakandi. Og biðjiði fyrir þeim sem leiða, að Guð gefi þeim og okkur öllum visku til þess að tengja saman starf og einstaklinga. Biðjiði að gefa visku til þess að samfélagshóparnir okkar megi verða enn öflugra tæki, megi koma leiðtogar, þeir skipta mjög miklu máli þegar kemur að samfélagshópum,
einhver sem tilbúin til þess að leiða hópinn, að það megi verða sú tenging og sá vettvangur sem Elisabeth var að tala hérna áðan. Og það eru örugglega margir hér í kirkjunni og hér í þessum hóp sem að finna sig á einhvern nátt ótengda. Þess að samfélagið ekki alveg sú fylling sem að það ætti að vera. Ég græti hjarta mín út af því. Ég búin að vera með samfélagshópi í 30 ár til þess að mæta þessari þörf. En til þess að við mætum þessu, þá þurfum við svo miklu fleiri með svona stóran hóp til þess að skapa þessa litlu hópa, þessi litlu tengsl sem verða síðan að þessum stóru og nánu og góðu tengslum. Erum við með? Skulum rísa á fætur og fyrir ykkur sem að viljið fyrirbæn, þá fyrirbæn í hliðarsalnum og við ætlum að ljúka með lofgjörð og tilbeiðslu hér í dag. Samkomunnar frá Fíladelfíu í dag.
Það kom svo skýrt fram í máli hans Hafliða hvers vegna það dýrmætt að eiga kirkju, eiga vini sem maður getur átt samfélag við, þú sem ert að horfa á philadelphia.is eða hlusta á lindina og hefur tök á að sækja kirkju og vera með, nýttu þér þetta tilboð. Þú verður aldrei dreginn inn í það nauðugur. Þetta tilboð sem þér stendur til boða að þiggja og við hvetjum þig til þess að koma og vera með vegna þess að það skiptir máli, það mjög gefandi að fá að taka þátt í starfi kirkjunnar. Nú vetrastarfið að fara af stað hjá okkur. Komdu næsta sunnudag og tök á klukkan 11 í Philadelphia Hátúni 2 og vertu með okkur. Ef þú ert ekki í heimahópi, langar að vera í heimahópi, þá getur þú hringt á skrifstofuna í síma 53 54 700 eftir helgina og fengið að skrá þig í heimahóp. Vertu velkomin. Þú ert velkomin í þessa kirkju. Við viljum taka vel á móti þér og við viljum halda utan um þig, hjálpa þér og það vill Guð líka. Og nú ætla ég að enda á því að biðja fyrir þér. Guð þekkir þig og þarfir þínar. Góði Guð, ég þakka þér fyrir alla þá sem hafa verið að horfa eða hlusta á samkomuna í dag. Þú þekkir þarfir þeirra, langanir og þrár og ég bið Jesús að þú mætir þeim. Ég bið Jesús að þú komir inn í hjarta þeirra með þinn frið og gefir lausn inn í sérhverjar aðstæður. Í Jesú nafni. Amen. Guð heyrir bænir, talaðu við hann á hverjum degi. Þú tapar aldrei á því að hafa Guð með í þínu liði. Guð blessi þig og vertu velkomin næsta sunnudag í Hátún 2. Takk, við kveðjum frá Philadelphia.